Góðan dag, þá hefst fundur í bæjarstjórn Árborgar, 50. fundur haldinn hér í Grænumörk 5 á Selfossi, 18. desember. Fundargerðina ritar Þórdís Sigurðardóttir bæjarritari og þeir sem mættir eru til fundarins eru sá sem hér stendur, Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurjón Vítarín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Matthías Bjarnason, varabæjarfulltrúi B-lista, bjóðum velkomin til fundar, og Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og fyrst langar mig að leita eftir því hvort að einhverja athugasemdir eru við boðun fundarins og það sem hér fyrirliggur. Ef svo er ekki, þá getum við gengið til dagskrár og það er fyrsta mál fundarins, tillaga frá 110. fundi bæjarráðs frá 5. desember síðastliðinn, viðauki við fjárhagsáætlun 2024. Bæjarstjórn leggur til við bæjarráð að vísa viðauka nr. 9 til samþykktar hjá bæjarstjórn. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 9 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2024 vegna eignadeildar Vatnsveitu og Selfossveitna. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar er 29.730.000. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta eru krónur 23 milljónir og er því rekstrarafgangur í A-hluta áætlaður mínus 996.680.000. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er 29.730.000 og er því rekstrarafgangur samantekins A- og B-hluta krónur mínus 98.726.000. Viðaukanum er mætt með lækkun á handbæru fé. Og svo er hér nokkur fylgiskjöl eins og eðlilegt er sem að verða birt hér með fundargerðin þegar hún verður sett á alnetið eftir fundin, en ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, svona rétt til nánari, þetta er að ræða viðauka sem fellur undir eignadeild Vatnsveitu og Selfossveitur upp á rétt tæpar 30 milljónir. Bara svona rétt til nánari útskýringar gagnvart þarna eignadeild, þá kemur þessi viðauki að mestu til vegna þarna framkvæmda við starfsmannaaðstöðu í Vallaskóla. Þar var í upphafi þegar farið var af stað, talið myndu rúmast innan verkefna en síðan kom í ljós í rauninni að það voru bara önnur brýn viðhaldsverkefni sem þurfti að fara í og þar af leiðandi endum við hér með viðauka upp á 23 milljónir á eignadeildina. En síðan í Vatnsveitum og Selfossveitum eru í rauninni viðhaldsverkefni sem komu óvænt upp á árunni sem varð að bregðast við og það leiði til þess að þau eru aðeins yfir í lok árs og því eru verið að bregðast við á réttan átt með viðauka. Nú réttir nánari útskýringar en er að ræða viðauka upp á rétt tæpar 30 milljónir í heildina. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, varðandi álmuna í Vallaskóla, þá er það brýnt verkefni sem var mjög mikilvægt að við færum að stað í og var í rauninni verkefni metið á einhverjar 15 milljónir og síðan var ákveðið að fara að stað og reyna að gera aðeins meira heldur minna þar sem var verið að fara að stað í ákveðin niðurbrot, þannig að það væri allt gert í einu og ákveðið að fara að stað með einhverjar 30 milljónir, upp að hámarki 30 milljónir. Er þetta til viðbótar við það eða er þetta, ég skildi ekki alveg að því við vorum alltaf að tala þetta væri einhverjar 30 milljónir, eðlilega og við þekkjum það öll að þá eru svona verkefni, hafa þau tilhneigingu til þess að fara fram á áætlun og við bara þekkjum það vel og alltaf eitthvað ófyrirséð. Þannig að
Við vorum að tala um einhverja 15 milljónir, svo aðrar 15 milljónir sem er rauninni fundust nú hjá ráðuneytinu sem styrkur sem við hugsuðum okkur að setja í þetta, þannig að það væri 30 milljónir sem væri klárar. Eru þessar 20 milljónir til viðbótar við það eða er þetta í það heila? Ég skil þetta ekki alveg, við getum ekki aðeins meiri eða frekar útskýringu á þessari tölu. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Fleiri sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúi aðrir tilnefnendur. Nei, þetta er ekki umfram þá tölu, þetta er heildar þarna viðauki sem kemur hjá eignadeildinni og það er ýmis verkefni tilgreind en þeir fara þarna líka yfir þessa aðgerð vegna þess að það er auðvitað farið í hana umfram í rauninni áætlun í upphafi en sá peningur að hluta til var í rauninni inn í áætlunum en síðan koma náttúrulega önnur verkefni sem eru tilgreind líka sem gera það verkum að það er viðauki þarna upp á 23 milljónir. En það var ekki neitt umfram það sem var farin á stað með upphafi í rauninni áætlað í þetta sérstaka verkefni. Nú til hann rótskýrur. Takk. Takk fyrir það, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þennan viðauka við fjárhagsáætlun 2024 í fyrsta máli á dagskrá fundarins. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál nr. 2. Viðauki við fjárhagsáætlun 2024 til að frá 111. fundi bæjarráðs frá 12. nóvember liðust 3. Viðauki við fjárhagsáætlun. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 10 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2024 vegna breytinga á fjárfestingaáætlun. Fjárfestingaáætlun 2024 hækki því 268 milljónir króna. Viðaukanum er mætt með lækkun á handbæru fé. Við opnum fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúi aðrir tilnefnendur. Já, eins og sést inn í minnisblaði þá er talið upp upphæðirnar bæði til hækkun og lækkunar í hverju málaflokkur í sig. Stærstu hefur náttúrulega að hækka fjárfestingi á Selfossi tæpar 250 milljónir sem er raunin nær allur þessi viðauki en það útskýrist annars vegar varðandi virkjun á SE40 sem er við SS og veiðisvæðið. Við erum náttúrulega að sækja inn á nýtt orkuöflunarsvæði og þá er verið að leggja nýja lögn undir brúna og leggja nýja stofnlögn frá hólunni inn í dreifikerfi hjá okkur og svo náttúrulega byggja þetta dæluhús og allir búnað sem því fylgdi og þessi, já, það fer í rauninni af rekstri og yfir í fjárfestingu þegar svona hólur eru boraðar og það kemur ljós að það er vinnlegt magn og færist hólan yfir á fjárfestingu og útskýrst þessi viðauki meðal sem því en svo náttúrulega eins og við vorum kannski búin að skera niður í áætlun og vorum bara með auka vorum en svo finnum við vatn og þá vildum náttúrulega setja auki magni það til að virkja. Takk. Takk fyrir það, Sveinn Ægir. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu lið mál nr. 2? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, mér langaði bara aðeins að koma einn upp undir þessum viðauka og mögulega kannski öllum viðaukum og bara í rauninni brýna okkur. Mér finnst mjög mikilvægt að við þarna eru auðvitað eðlilegar skýringar á þessum kostnaði, viðbótar kostnaði og margt sem er ófyrirséð og auðvitað er þetta sem okkur ber að gera og stuðla að innviðauppbyggingu eins og kostur er. En mér finnst rosalega mikilvægt að við vöndum okkur og höldum fast pynguna að þó að sé peningur í henni þessar mundir að þá séum við að passa okkur í hvívetna og mér mikilvægt að fara ekki af stað í einhverja framkvæmdir sem er ekki algjörlega nauðsynlegar vegna þess að við vitum það vel að þegar við erum heima hjá okkur með heimilið okkar algjörlega skuldsett í botn og erum í rauninni á lánsfé að þá förum við ekki að stað í neina framkvæmdir sem við eigum ekki fyrir og þess vegna bara vil ég brýna okkur hér og þarna eru svo sem eðlilegar skýringar en þessi viðaukar þetta er svona eitthvað sem já, mér finnst bara mikilvægt að við séum meðvituð og séum alltaf að horfa í það að við séum ekki að leyfa okkur eitthvað sem við í rauninni höfum ekki efni á. Takk.
Takk fyrir það, Fjóla Steindór. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykkir viðauka við fjárhagsáætlun 2024 í máli nr. 2 á dagskrá fundarins vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það þriðja mál á dagskrá fundarins viðauki við fjárhagsáætlun 2024 tillaga frá 111. fundi bæjarráðs frá 12. nóvember síðastliðinn liður 4. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 11 fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2024 vegna Brynju leigufélags. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar er krónur 17.085.444 krónur. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta eru krónur 17.085.444 krónur. Verði rekstrar afgangur í A-hluta áætlaður krónur 13.765.000 krónur. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta eru 17.085.444 og er því rekstrar afgangur samantekis A- og B-hluta krónur 115.811.000 í mínus. Viðaukanum er mætt með lækkun á handbæru fé. Ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, fulltrúi D-lista, við biðjum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, rétt til nánari útskýringar. Þarna um að ræða samkomulag sem sveitarfélagið gerir við Brynju árið 2018 aðkomið að 7 íbúðum sem Brynja gæti bætt við sig hérna í sveitarfélaginu. Þetta er í raun íbúðir sem við erum þá komin með þessum viðauka. Þá erum við búin að fylla 5 íbúðir af 7 og 2 eftir í samræmi með þetta samkomulag. Þannig að við erum í rauninni bara að uppfylla okkar hlut í því samkomulagi og kom inn í rauninni bara núna á síðustu vikum og því var þetta sett í viðauka því að við vorum ekki, það var ekki á áætlun þessa árs í rauninni eða ekki vita fyrir rauninni hvernig Brynja myndi vera. Þeir búin að vera svona bæta við sig hægt og rólega á þessum tíma. Þannig að er að 3 íbúðir sem koma í þessari lótu en það eru þá 2 eftir til að við uppfyllum samkomulagið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig viðauka fjárhagsáætlun 2024 í þriðja mál á dagskrá fundarins vegna Brynju leigufélags. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, biðjum orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Já, bara örstutt vegna þessa viðauka, vegna kaupa Brynju leigufélags á íbúðum í sveitarfélaginu. Það er þetta þannig að Brynja leigufélag á hér töluvert af íbúðum í Árborg, og svo séu alveg einar 20 íbúður, 20 pluss sko. Og það er þetta jákvætt að þeir séu að kaupa fleiri íbúður, af því það er þetta langur og mikill biðlisti hjá Brynju leigufélagi eftir íbúðum. Og það sem er jákvætt varðandi þetta, þá eru svolítið af sömu umsækjendum íbúður hjá Brynju leigufélagi eins og eru eftir félagslegum leiguíbúðum sveitarfélagsins. Þannig að með því að Brynja fjölgi sínum íbúðum þá ætti hugsanlega biðlisti eftir félagslegum leiguíbúðum sveitarfélagsins mögulega að styttast, eða það er allavega mögulega úrlausnir fyrir einhverja úr þeim hópi sem er jákvætt. Uppálega þegar var farið af stað með þetta fyrirkomulag sem nú er varðandi að fá stoppframlög fyrir þessum uppbyggingu og þessu stoppframlög frá ríkinu og frá sveitarfélögum, þá var það náttúrulega þannig hugsað að sveitarfélögin ætluðu að láta þessum óhagnaðardrifnu félögum í lóðir og í rauninni að gefa afslátti eða í rauninni gefa ýmist tengigjöld og annað og lóðarleigu og annað þvíumlíkt. En svo er það bara þannig að sveitarfélag á í rauninni ekki lóðir núna til að
að láta það hafa, þannig að það er orðið þannig að við þurfum að kaupa eða sérst leggja til stofnframlög vegna að kaupa á tilbúnum íbúðum eða lóðum og þannig er það. En ég hef kallað eftir því að við fáum framkvæmdastjóra Brynju leigufélags til samtals við okkur þeirra uppbyggingar og uppbyggingaplön eða þar að segja hversu mörgar íbúðir þau eru alltaf að fjölga hér á næstu árum. Mér finnst það svona eðlilegt að sveitafélög séu undirbúin, að við vitum fram í tíman hve margar íbúðir þeir sjá fyrir sér að fara út í að kaupa á svæðinu svo hægt að gera ráð fyrir þessu í áætlunum. Þannig að mér finnst það skipta miklu máli og auðvitað bara jákvætt að vera í góðu samstarfi við þá en ég hlakka bara til að hitta framkvæmdastjórann þeirra og leggja línurnar svolítið til framtíðar með þeim. Takk. Takk fyrir þetta. Arna Ýr, þá er Brynhildur Jónsdóttir bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég get tekið undir svo sem orð Örnu Ýrar bæjarfulltrúa, en málið er að sveitafélag hefur ekkert það að segja hverjir fara inn í þessar íbúðir. Það er alfarið Brynja leigubústaðir sem að raða inn í þessar íbúðir. Þannig að þó að við séum að borga þetta framlag, þá höfum við ekki neitt það að segja hverjir fara inn. Og mér finnst og ég tek undir það að það er gott að fá hann til samtals við sig, framkvæmdastjóra Brynju leigufélags og við fáum kannski eitthvað aðeins að vera með puttan í því að hverjir fara þarna inn. Takk. Takk fyrir þetta Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá göngum við til að atkvæða þetta þriðja mál á dagskrá fundarins viðauka vegna leigufélagsins Brynju. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í fjórða mál á dagskrá fundarins og enn kemur viðauki við sögum, viðauki við fjárhagsáætlun 2024, tillaga frá 111. fundi bæjarráðs frá 12. desember síðastliðinn liður 5, viðauki við fjárhagsáætlun 2024. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka nr. 12 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Árborgar 2024 vegna útdeilingu úr launapotti vegna veikinda og kjarasamningshækkana. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar er krónu 0. Áhrif viðaukans á sveitasjóð A-hluta eru krónu 10.592.000 og er því rekstrarafgangur í A-hluta áætlaður krónur 1.3.173.000 krónur. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er krónu 0 og er því rekstrarafgangur samantekis A- og B-hluta enn og áfram 115.111.000 krónur í mínus. Viðaukanum er mætt með lækkun á handbæru fé. Við opnum fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, þetta er í rauninni aðra kallað úthlutun að ræða þar sem er verið að koma til móts við í rauninni veikindi, langtíma veikindi og kjarasamningshækkanir hjá stofnunum sveitarfélagsins en það voru 400 milljónir fyrir árið. Vorum áður í viðauka 7 búin að úthluta rétthæpum 90 milljónum og í þessum erum við að úthluta rétthæpum 311 milljónum og þetta er svo sem ekki að fara nánar út í en það er í fylgigögnum hvert það er að fara en það er rauninni þarna er fjármáladeild búin að vinna með hverju þetta stofnunum að taka saman hverjar í rauninni hvers þörf er að viðauka fyrir hverju að eina út af þessu, út af veikindum þá eða kjarasamningshækkun og skýrist það af þessu. En ekki að ræða neina hækkun á útgjöldum sveitarfélagsins því þetta er rauninni bara tilfærslur innan fjárhagsáætlunar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þeir sem eru þessum viðauka
samþykk, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins og það er gjaldskrá fyrir byggingarétt. Tillaga frá 111. fundi bæjarráðs á 12. desember síðastliðinn liður 6. Gjaldskrá fyrir byggingarétt. Kynnt er minnisblað Helga S. Gunnarssonar ráðgjafa dagsett 30. nóvember 2024 og Braga Bjarnasonar bæjarstjóra dagsett 9. desember 2024. Lagðar eru til breytingar á gjaldskrá byggingaréttagjald. Helsta breytingatillagan er tímabundin lækkun á byggingaréttagjaldi á svæði 1. Bæjarráð vísar afgreiðslu málsins til bæjarstjórnar sem hér er samankomið. Og ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista í beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, hér er tillaga endurskoðun og tillaga að breytingum, tímabundnum breytingum breytingum á gjaldskrá byggingarétt gjald í sveitarfélaginu Árborg. Bæjarráð samþykkti október 2023 að undangengnum samþykkt bæjarstjórnar samningsmarkmið í júní 2023 sérstaka gjaldskrá byggingaréttagjald í sveitarfélaginu og var það skipt upp í svæði og eftir íbúðum, hvort það væri atvinnu- og þjónustulóð og iðnaðarlóð eða eins og nánari kveðum í gjaldskránni svo ég sé nú ekki að lesa hana beint upp. Það hefur gengið vonum framar í þeim atriðum þar sem sveitarfélagið hefur boðið út í rauninni byggingarétt á ákveðnum svæðum og þar hefur rauninni tilboð verið yfir væntingum í mörgum tilfella. Einnig þar er verið að ræða að meira hluta til í svæði 2 svokölluðu en einnig aðeins innan svæðis 1. Þar sem er að ræða minni stakarlóðir þar sem viðkomandi hafa verið að mögulega auka byggingamagn og þá sérstaklega á miðsvæði tengslu við Austurveginn, verkefni sem því miður hefur verið hætt við á þessu tímabili og við höfum reynt að hlusta og taka mið af þá markaðsaðstæðum og út frá markaðsverðasvæðinu þá höfum við líka fengið ábendingar sem má segja rétt með svæðaskiptingun á Selfossi og hvort það eigi að vera 2 svæði yfir höfuð. Höfum reynt að taka þetta saman og leita ráðgjafar eins og kemur fram í gögnunum sem eru með og þar að leiðandi leggjum við upp með þessa tillögu að það sé tímabundin að niðurstaðan er að það sé tímabundin breyting á svæðaskiptinguna frá og með 18. desember, þetta verður samþykkt, til og með 31. desember 2026 það falli gjaldskrá fyrir svæði 1 úr gildi og á þessu tímabili skal gjald fyrir svæði 1 samkvæmt aðalskipulagi verið í samræmi við verðlagningu svæðis 2. Þannig að tímabundi falli svæði 1 út og það verði í rauninni 1 svæði á Selfossi. Sveitarfélagið Árborg vill í rauninni að gæta jafnræðis á milli og reyna að vera hvati til þess að halda sig áfram í rauninni uppbyggingu innan sveitarfélags á öllum svæðum. Og við teljum að þetta sé til þess fallið með að við markaðsaðstæður í dag og markaðsverð á Selfossi á milli svæða að þá séum við að samræma betur á þessum tímapunkti með því að hafa 1 svæði yfir allt saman. Aðrar breytingar sem er lagt til þarna eru í rauninni að talið óþarfi að það sé tekið til dagsetning fyrir deiliskipulag því það er tekið fram að utan allt sem kemur umfram og það er í gildi þannig að það sé óþarfi að taka fram einhverju sérstaklega dagsetningu þarna og það er bara endurskoðun sem kemur í ljós núna. En einnig þar sem hefur verið veittur 50% afsláttur á byggingaréttagjaldi vegna framkvæmda neðanjarðar sem er skilgreind sem kjallari að þá í ljósi svona framtíðar í rauninni bílastæðamál sérstaklega þá á miðsvæðisreitnum Selfoss að það vilji sveitarfélagið sína hvata í því að þar í þeim tilfellum þar sem hægt sé farið í bílakjallara og þá sé í rauninni bílakjallarar undanteknir í rauninni byggingaréttagjald. Það er þá viðbót í ný setning inn í núverandi gjaldskrá. Að bílakjallarar sé undanþegnir byggingaréttagjaldi. Þessi dagsetning falli út og þetta bráðabirgða ákvæði komi inn og sveitarfélagið sé þá að sýna í rauninni það að verði hvati fyrir að framkvæmdaaðila og verktaka á öllu svæðinu að fara á stað í framkvæmdi til þess að halda áfram þeirri góðu uppbyggingu sem er í sveitarfélaginu og sé sanngjörn milli svæða. Þannig að þetta er lagt til hér til vonandi samþykks. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Bragi þá Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið.
Já, þá höldum við áfram bæjarstjórnarfundi. Þetta er örstutt stopp hér vegna tækni vandamála. Míkrófóninn datt út en það hefur beðið hér um orðið bæjarfulltrúinn Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista. Já, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég verð nú að taka undir bara nánast hvert einasta orð sem að Sigurjón Vídalín nefndi hér áðan. Þetta er svolítið svona hættulegt að vera að hreyfa sig hratt þegar það kemur að reglum og þeim skilmálum sem við erum að setja fram. Og það er nú líka þannig að sko í rauninni á stjórnsýsla að vera svolítið seigfljótandi. Það þarf að myndast reynsla á aðgerðir sem að að vinna að. Og það er svona kannski svolítið eðli svona stórs apparats eins og sveitafélagið Árborg að það þarf að vera pínulítið svona ávið olíuflutningaskip. Mér finnst líka svolítið veikt að nefna það að við séum einfaldlega að bregðast við markaðsaðstæðum og þær eru auðvitað líka hverfular að einhverju leyti en þær eru samt sem áður einnig seigfljótandi og við vitum það sem að sko við erum með fasta krónutölu á þessum á þessu byggingaréttargjaldi og þið leiðréttið mig ef það er rangt, ef það er vísitölu tengt þá endilega leiðréttið mig. En ef á meðan þetta er först krónutala þá auðvitað verður hún lægri og lægri í hlutfalli við aðrar tölur þegar fram í sækir. Þannig að okkur er lofa lagið að breyta henni þegar hún fer að verða of ódýr. En að fara að breyta þessu núna á þessu ári og velta fyrir okkur sko að því að markaðsaðstæður eru svo erfiða núna, svo lækkar vextir, svo lækkar verðbólga og í rauninni að það eykst í rauninni kaupgeta fyrirtækja og einstaklinga, að þá kann að vera að þetta í rauninni renni aftur inn sem svona inn fyrir framleiðarmörkin sem að fólk og fyrirtæki geta sætt sig við. Þannig að ég því litinu til kannski er ég ekki svo sammála því að við þurfum að bregða svona hratt við þessum markaðsaðstæðum og ytri aðstæðum, heldur þó svo að við fáum til okkar eða þó að færri hús rísi tímabundið, þá er það ekki endilega þar með sagt að það sé varanlegt ástand og þess vegna bendi ég bara aftur á þessa hugsun sem að ég var að reyna að leggja fram áðan að svona vera svolítið seigfljótandi í þessu en standa samt svolítið föst á þeim reglum sem við höfum sett fram. Það eru auðvitað svona þessi íhaldsama leið sem að við erum að vinna eftir í sveitarstjórn en einhver síður að þá að fara að hringla til með þetta þá auðvitað kann það líka að skapa en þó að við sjáum það ekki kannski akkurat núna það kann að skapa okkur skaðabótaskyldu síðar meir og við erum auðvitað nýbúin að fara í útboð á einhverjum reitum innan sveitarfélagsins og það gefur mögulega tilefni til þess að menn vilji endurtaka útboð og svo framvegis og leggja fyrir sig í rauninni réttmætar kröfur að því leytinu til að mjög stuttu eftir að útboðir í líkur og þar sem var með mjög ákveðna skilmála varandi byggingaréttargjald og þá allt í einu lækkar það á einhverjum öðrum hluta sem kann að vera innan eða utan svæðisins sem skilgreint. Þannig að ég held að ég taki undir varnaðarorð sérstaklega varðandi það að hinn lagalegi þáttur á þessari aðgerð kann að vera svolítið erfiður þegar fram í sækir og þess vegna teki heilsugur undir það hjá Sigurjóni að fresta þessu og í rauninni ígrunda þetta betur og vinna þetta með svolítið þéttari hætti heldur en þessi eina minnisblaði frá þessu byggingaverkfræðingi sem er örugglega ágætur og meina vel en ég held að við þurfum aðeins þéttari rökstuðning til þess að standa við og geta tekið ákvörðun þetta hér og nú á þessum bæjarstjórnarfundi og ég held að sé ekkert því til fyrirstöðu
að huga betur á málinu og leggja það fyrir í næsta mánuði eða eitthvað slíkt þegar betri rökstuðningur liggur fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Herra Fósti, já. Ég verð bara að lýsa því yfir að ég verð fyrir miklum vonbrigðum ef að það á að keyra þetta mál í gegn á þessum bæjarstjórnarfundi út frá einu minnisblaði. Og það er bara fyrir mig og örugglega marga ekki nóg að bæjarstjóri segi að það hafi verið rýnt af lögfræðingum varðandi skaðabótaskyldu og annað. Ég vil bara fá það skjalfest að það sé búið að rýna þetta og skoða frá öllum hliðum og þetta standist skoðun og við þurfum ekki að ágjöra því að fá okkur bakreikning. Aftur, ég sé ekki tímapressinu í þessu. Það er hávetur, þetta er rólegasti tími í byggingaframkvæmdum, í það minnsta utanhús. Það hlýtur að vera metnað bæjarstjórnarinnar að vinna svona mál vel og faglega. Annars hljóta bara að vera einhverjar aðra hvatir sem liggja hér að baki eða að fara að keyra þetta í gegn bara svona 1-10. Þetta er risa mál, við verðum átt okkur á því. Þannig ég vona að bæjarfulltrúar meirihlutans séu tilbúnir að endurskoða þetta og samþykkja það sem ég lagði til fyrr í þessari umræðu að við frestum þessu og vinnum þetta þannig að við getum verið sátt við það og nokkuð öruggum að þetta sé í lagi. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Á eru Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Forseti, já, þetta er fín umræða sem að við eigum þessi byggingaréttargjöld og hugsanlegar, eða þar að segja, og þessar tillögur sem liggja fyrir að breyta þeim. Það er náttúrulega mjög stutt síðan að þetta var samþykkt. Þessu nýju gjöld voru samþykkt eins og kom fram fyrir rétt rúmu ári síðan. Þannig að það er nú ekki mikil reynsla komin á þessi nýju gjöld eða þessar nýju reglur sem voru settar í sveitarfélaginu. Ég er nú aðeins búin að vera að skoða hvernig þetta er í öðrum sveitarfélögum. Það er nú ansið djúpt á þessu að finna eitthvað þetta. Ég er nú búin að googla alveg reynd frá mér allt vita undanfarnum dögum og ég er nú eftir krókalegum búin að finna út að til dæmis í Kópavogi þar eru gjöldin frá 35.000 og upp í 57.000 á fermeter per eftir tegund íbúða. Það er að segja hvort er að ræða íbúð í fjölbýli og parhúsraðhús og svo einbýli. Þannig að þau eru eins og segja frá 35 og upp í 57.000. Í Mosfellsbæ þá er verið að vinna með 45.000 á fermeter. Akranes, það eru 25.000 á fermeter, fer reyndar aðeins eftir því hvort það hefur verið mjög umfangsmiklar aðgerðir að koma lóð í stand. Eins og til dæmis þeir rifin og heila sementsverksmiðju til þess að búa til nýtt byggingasvæði og þar voru byggingaréttargjöldin hærri vegna þess kostnaðar sem að því ljóst en það sem að ég svolítið hugsi yfir er það að við vorum með ákveðin ráðgjafa sem að lagði þetta til og auðvitað verður svona lagað ekki til neinu tómarúmi, það er auðvitað þannig að meirihlutinn lagði þetta fram og lagði þetta til á síðast ári eins og fyrir ári síðan og mér finnst ansið ég velti fyrir mér hvað bjó að baki þessum tölum
og voru þessi sveitafélög til dæmis höfðu til viðmiðunar, hvers konar reynslu hafði þessi ráðgjafi af því að setja fram slíka gjaldskrá og reglur og eins og segi, mér finnst svona, ég verð svolítið hugsi yfir því að það sé bara rétt ári síðan sé tilefni þess að fara að snúa þessu öllu við og snúa þessu öllu á hvolf. Hvað svona, mér langar svolítið að heyra meira heldur en það að einhverjir, að hugsanlega 2 aðilar séu hikandi með þetta eins og þetta stendur núna. Ég verða aðeins að svona, að fá betri svör við því, hvaðan svona komið þessar tölur sem að voru settar inn í gjaldskrána fyrir ári síðan og hvaða náði þessi ráðgjafi í þessar tölur og þessar upphæðir og hvað og þessi mikla breyting ári síðar. Ég veist þetta svona aðeins, ég allavega vel að hugsi. Takk. Já, takk fyrir þetta Arna Ýr, þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar eru tilheyrendur. Já, eins og kom fram áðan í rauninni þá var gjaldskráin samþykkt í október 2023 eða fyrir rúma ári síðan og að undan gengnum náttúrulega rýni á því hvernig við getum sett þetta upp í okkur. Og með það í huga var það sett inn í gjaldskrána hún væri endurskoðuð reglulega í samræmi við vísitölu og markaðsaðstæður vegna þess að við vorum að leggja af stað með eitthvað sem við vissum ekki alveg hvernig markaðurinn okkar myndi bregðast við eða hvernig svæðið okkar myndi bregðast við. Svo segi það bara þannig. Það sem var til viðmiðunar tók í rauninni að því að það hefði verið einu sinni áður settur byggingaréttur í sveitarfélaginu, það var árið 2007 minni mig, en það var kannski ekki til þess að taka mið af. En var horft til þessara sveitarfélaga sem bæjarfulltrúi Arna nefnir meðal annars, ákveðina samningar sem höfðu verið gerði kannski á milli aðila á reitum hér innan svæðis sem það hafa sem viðmiðunar og úr varði í rauninni þessi gjaldskrá. Svo ég nefni bara eitthvað dæmi, hann rýndi það mjög vel með bæði embættismönnum og bæjarfulltrúum. En eins og ég segi, þá var það náttúrulega sett fram til þess að sjá líka hvernig markaðurinn myndi bregðast við, hvort við þyrftum að bregðast við eftir einhver tíma til þess að aðlaga sveitarfélagið að. Því að það var ekki markmið upp af að vera letjandi eða þannig að það myndi mögulega koma hikamarkaðin eða stopp í rauninni í einhver verkefni. Og við erum að læra af því líka. En við sjáum bæði hvað hefur gengið vel, þar sem við höfum farið í útboð, þar sem við höfum verið með sérstaka skilmála og sett bara fram ákveðið lágmarksverð og það er boðið í og það er algjörlega sér dæmi fyrir sig. Varðandi og það fóru þessi lögfræðingarnir ráðlega okkur að skoða þegar við vorum að vinna þetta núna og þetta búið að margra vikna vinna í rauninni að setja þetta saman í rauninni hvaða þessar leiðir og hvernig endurskoðun gæti farið fram og þess vegna er þetta lagt fram svona og með því í rauninni að við værum ekki að brjóta á leiðin. Við erum í rauninni bara að endurskoða þessa gjaldskrá til þess að aðlaga okkur að og það er mínum að þetta fyllilega eðlilegt eftir á að hyggja að Selfoss sé í rauninni eitt svæði því að það er í rauninni sama markaðssvæði. Það hafi ekki átt að skipta þessu upp í 2 svæði en þeir ráðleggja okkur að setja þetta upp svona tímabundi því að við erum að vaxa hratt, aðstæður breytast og þarna er þá bæjarstjórn komandi í lófa lagt að leggja þá sína stefnu þegar að því kemur. Þetta er sett núna næstu þá 2 árin sem tímabundið ákvæði. Vonandi útskýri en það er ekki verið að snúa neina á hvolf, það er verið að bregðast við og reyna að leggja fram þannig að sveitarfélagið sé hvetjandi fyrir markaði og legg bara til að við samþykjum þetta og höldum áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi, þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið orðið. Já, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég get nú ekki tekið undir orð bæjarstjóra að við ættum að samþykkja þetta núna en gott og vel, við erum hér til að skiptast á skoðunum og það er vel. Það sem að við erum nýbúin að fara í gegnum fjárhagsáætlun og það er gert ráð fyrir því að það sé ákveðnar reglur og í gildi þegar við erum að reka sveitarfélagið og svo núna leið og við erum búin að ákveða hvernig
hvaða markmið við ætlum að setja okkur í fjárhag sveitarfélagsins og rekstri, að þá förum við að í aðgerð sem að hefur talsverð áhrif á tekjuhliðina, og mögulega kann það rökstuðningur að koma fram og segja já, við erum í rauninni að hvetja en við ætlum bara að taka minna, við ætlum að taka minni skatta og það leiðir af sér meiri tekjur. Það nú eitthvað sem að stef sem að við höfum auðvitað heyrt áður. En þá spyr ég bara í rauninni, er búið að rýna þetta og hvaða áhrif þetta hefur á tekjur sveitarfélagsins? Þannig að sko við erum að koma hér fram rétt eftir að vera búin að samþykkja hér fjárhagsáætlun og við erum ekki með neitt til stuðnings þess hvort að þetta verði hvetjandi eða letjandi í þóknunum til sveitarfélagsins. Þannig að ég kalla kannski bara eftir því hvort að greining liggi fyrir á tekjuliðin. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá hefur Matthías Bjarnason, varabæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Takk fyrir, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir. Ég tek undir það sem að fulltrúar í minnihluta hafa sagt og samkvæmt þessu minnisblaði sem er rauninni eina gagni sem við höfum í þessu máli, þar kemur fram að verktakar hafi minnkað umsvif og að minnka byggingaréttargjaldi væri ein leið, en það er samt bara verktakar eða sem sagt svæði 1 sem er verið að minnka, ekki svæði 2, þannig að ég spyr mig hvort að það sé mögulega heill að skrefa að minnka það líka eða annað. Þannig að þú veist, mér finnst vera lítil gögn í þessu máli. Mér finnst ég kem náttúrulega bara að kasta þessu, þannig að ég hvet til að við bara skoðum þetta nánar. Það verði tekin einhvers konar vinnufundur og við fáum fleiri gögn, þannig að þess að við höfum mjög lítið til að byggja á að taka ákvörðun annað en bara minnisblað. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthías. Þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur, já, til að samræma. Við erum í rauninni að samræma við svæði 2. Af því að það er í rauninni, við höfum ákveðna reynslu í rauninni af því svæði og erum að samræma þannig að Selfoss sem eitt svæði verði þá undir sama svæðinu og sömu gjaldskrá. Það er í rauninni tilgangurinn að þessu vegna þess að þetta er sama markasvæði, ætti ekki að vera 2 svæði. Varðandi fjárhagsáætlunina, við gerðum ráð fyrir mjög hóflegum, í rauninni miðað við þær áætlanir sem hefur að hljóta, gerðum við ráð fyrir hóflegum tekjum af sölu, þannig að þetta hefur ekki nein áhrif og á ekki að hafa nein áhrif á þá áætlun sem við vorum að samþykkja, nema það sem við vorumst eftir, með hvatninga þetta verið frekar þótti tekju aukandi, eins og þú vísaðir í þann góða frasa, þá er það náttúrulega þetta vonin, en nei, þetta á ekki að hafa nein áhrif á þá áætlun sem við vorum að samþykkja. Því að við gerðum ráð fyrir hóflegum sölum eins og við gerðum á þessu ári og vonandi getum við þetta fengið meira út úr eignasölu heldur en áætlanir gerir ráð fyrir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Það var Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, og skal þér að fá að taka til máls. Förum að stytta tímann, en þið getið gefið ykkur fram. Já, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég velti fyrir mig hvort þetta bjóði ekki upp og það þá bara ef þetta verður samþykkt að ef það eru svæði innan sveitarfélagsins sem að eru að fá litla athygli og mögulega litla eftirspurn eftir uppbyggingu, hvort að það verður þá bara fallið frá því að koma með byggingaréttargjald þar. Nú nefni ég þá bara Eyrarbakka og Stokkseyri. Nú hefur ekki verið slegist lóðir þar og þar er ekki verið að bregðast neitt sérstaklega hratt við. Og meiri hluti í rauninni lætur sér það engu varða þó að það sé kannski lítil uppbygging, þó svo að innviðir séu það til staðar, bæði barnaskólar og leikskólar og svo framvegis og það verður náttúrulega mikill hagur í því
þorpin sem rekstrareiningar að auka við uppbygginguna og ekki síst sveitarfélagið að fá börn á svæði til þess að standa undir þeim skólum sem eru það til staðar. Þannig að þessi rök að þurfa að bregða svona hratt við því að það komi samdráttur á eftirspurn, þar fer bara ekkert sama hljóð og mynd. Það bara skiptir öllu máli hvar það er innan sveitarfélagsins. Ef það er í miðbænum eða svæði 1, þá skiptir það miklu máli, en ef það er á strönd, ekki svo miklu. Ekki svo miklu. Það er bara þannig. Þannig að það er glott og hlegið, en það er bara, það er hægt að segja eitt og svo eru bara gjörðirnar sem að menn mælast eftir. Þannig að ég segi það að þetta eru veik rök og ég bara hvet meirihlutann til þess að skoða máli betur og út frá fleiri hliðum heldur en bara þröngri sín sem að kemur og hún ráðis í miðbænum, sko. Þannig að sveitarfélagið er stórt og við þurfum að horfa til þess alls. Þannig að ég bara hveti þess að við vinnum máli betur og kannski þá bara skilgreinir þá fleiri hluti í gjaldskráni heldur en bara það sem að snýra svæði 1 á Selfossi. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Ásækið. Já, það hefur verið fluttar hér 11 ræður. Eru einhverjir á lokametrum sem vilja bæta við það? Ef svo er ekki, og þá göngum við til atkvæða greiðslu þetta 5. mál á dagskrá fundarins og tillaga Sigurjóns, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað eftir að fá víkja fundi. Þetta færa það til bókar Þórdís, en þá er fyrst tillaga Sigurjóns Vídalín Guðmundssonar sem hér kom fram fyrir í okkar umræðum hér frestun málsins og frekari skoðun. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru því mótfallin, það er fellt með 6 atkvæðum, 1 atkvæði A-lista og 5 atkvæðum D-lista, samþykkt með 2 atkvæðum S-lista og 2 atkvæðum B-lista. Þá göngum við til heildaratkvæðagreiðslu þessa tillögu hér frá 111. fundi bæjarráðs frá 12. desember sem er gjaldskrá fyrir byggingarrétt, mál númer 5 og þessum 50. bæjarstjórnarfundi bæjarstjórnar Árborgar. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru því mótfallin, það er samþykkt með 5 atkvæðum B-lista, 1 atkvæði A-lista og á móti voru 2 atkvæði frá S-lista og 2 atkvæði frá B-lista. Þá höfum við lokið hér 5. málinu á dagskrá fundarins og þá kemur aftur inn á fundin Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista. Og við förum í 7. mál á dagskrá sem er gjaldskrár 2025. Þetta er tillaga frá 111. fundi bæjarráðs frá 12. desember liður 7. Gjaldskrá fyrir nemendur í setrinu, sérdeildar í Sunnulækjarskóla með lögheimili utan sveitarfélagsins skólaárið 24 til 25. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja gjaldskrá fyrir nemendur í setrinu, sérdeildar Sunnulækjarskóla með lögheimili utan sveitarfélagsins skólaárið 24-25. Og það er síðan farið yfir þær gjaldskrár hér í fylgiskjölum. En ég opna fyrir mælendaskrá, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, hér er maður að gjaldskrá vegna námsvistar í vetrinu sem eru fyrir nemendur með lögheimili utan sveitarfélags Árborgar. Það hefur verið gjaldskrá í gildi þar sem sveitarfélag hafi verið í rauninni rukku fyrir nemendur sem hafa nýtt sér þjónustu setrisins en hún hefur ekki verið í rauninni opinber eða samþykkt sérstaklega, en það er breytingur á því núna, nú erum við að samþykkja hana líkt og aðrar gjaldskrár sveitafélags og því kemur hún til samþykktar í bæjarstunda og eins og sést í gögnum hver hún var, hver gjaldskráin var í fyrra og svo í rauninni hver gjaldskráin er það fyrir þetta skólaár núna. Þannig að bara svona rétti nánar útskýringar af hverju þetta er að koma inn í dag. Takk fyrir þessu.
Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Gjaldskrá 2025. Gjaldskrá fyrir nemendur í setrinu sérdeild í Sunnulækjarskóla. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið númer 7 á fundinum gjaldskrá 2025, leiðrétt gjaldskrá fyrir leikskóla Árborgar 2025. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja þessa gjaldskrá og hér eru fylgiskjöl sem að útskýra þetta. Við opnum fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista við beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúa þar í tilnefndur, já, hér að ræða gjaldskrá fyrir leikskóla Árborgar og það vurðu því miður smá reiknimistök við gerð uppreikning gjaldskrána sem koma til góða vegna þess að þetta lækkar aðeins á milli. Það hefur verið í rauninni, eftir að við tókum í rauninni gjaldskrána fyrir í sumar, þá reyndist í rauninni erfiðara fyrir völuskráningarkerfi að reikna þetta rétt út með það gjaldskrá, þannig að núna á nýju ári þegar það farið eftir í rauninni þær breytingar sem við gerðum á leikskólakerfinu, að það eru skráningadagar og það er núna lokun milli jóla og nýjárs, þá er í rauninni, eins og sést, viðmiðun á gjaldskráni var frá í rauninni þá 1. janúar og svo núna til nýrar gjaldskrár 2025, að nú reiknar Valan mánaðarlega verðið fyrir hvert barn sem er á leikskóla. Þannig að ef þú nýtir þér ekki föstudagana sem dæmi, þá í rauninni kemur svo lækkun til í þeim mánuði. Ef það eru skráningadagar í þeim mánuði sem þú nýtir ekki, þá kemur í rauninni meiri lækkun til þann mánuð. Þannig að hún reiknar þetta jafn óðum, en það er ekki sett meðalverð eins og var í rauninni hugsunin upphæði og það er rauninni bara til aðlaga okkur af skráningakerfinu sem er. En þið sjáu það gulmælt í gögnunum hvað er að breytast og við höfðum hina gjaldskrána sem við samþykktum 4. des til viðmiðunar, þannig þið sjáu þessa liðir sem hafa lækkað og leggjum þetta til samþykktar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum 7. lið á dagskrá fundarins? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykk að lagfæra eða leiðrétta þessar gjaldskrár sem þarna hafa verið tíundaðar hér að framan, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er 8. mál á dagskrá reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkt verði að afnema vísitölutengingu viðmiðunarfjárhæða í 1. grein reglna launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá sveitarfélaginu Árborg árið 2025. Tillagan er í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun Árborgar fyrir árið 2025. Og svo er hér í fylgiskjali farið yfir þessar reglur. Ég opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi í D-lista beðum orðið. Forseti bæjarfulltrúa þar í tilnefndur, já, hér að ræða í rauninni áframhald í rauninni á því að við afnemum vísitölutengingu við viðmiðun á fjárhæð, þannig að þóknanir í rauninni bæjarfulltrúa og nefndarmanna haldast óbreytt í rauninni á milli ára 2024 og yfir árið 2025. Í samræmi við það sem við samþykktum í rauninni í lok janúar 2023 þegar við tókum þetta úr sambandi á meðan sveitarfélagið er í þessa endurskipulagningu og í samræmi við þá fjárhagsáætlun er lagt til að þessi vísitölutenging haldist og hana afnumin árið 2025. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Jóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég bara kemur örstutt upp til að lýsa yfir ánægju minni að við ætlum að halda áfram óbreyttu ástandi hvað það varðar að vera ekki með þetta teikt og meðan að við erum að innheimta álag á íbúum sem að ég er náttúrulega mjög ósátt við að við séum að gera en þá. En leið ætla ég samt að lýsa óánægju minni með það að formaður bæjarráðs sé á launum frá 1. júní að því að við vorum jú búin að ákveða það að frá 1. júní árið 2024 yrði það fært niður í 0.
af því okkur munar hverja krónu og þurfum í rauninni að vera að huga að því að spara í hvívetna. Það hefði ég vilja sjá það og því framfylgt en annað ætla ég nú ekki að segja. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Þá er Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið um orðið. En Arnar var rétt hlaupinn af stað. Forseti, já, ég ætla svo sem get nú tekið undir með Fjólu að það er auðvitað bara eðlilegt að við að þessi tillaga verði samþykkt að halda þessu áfram eins og við höfum gert núna síðastliðin ár. Þrátt fyrir að það er auðvitað ákaflega óheppilegt að við séum alltaf aftur og aftur komin í þá stöðu að við séum að taka laun bæjarfulltrúa úr sambandi við vísitölu og svo endar alltaf með því á einhverjum tímapunkti að það þarf að hækka þau mikið af því að þetta er alveg gjörsamlega komið úr tengingu við allt. En ég ætla náttúrulega jafnframt að lýsa yfir furðu minni enn eina ferðina á því einmitt sem að bæjarfulltrúi Fjóla kom hérna áðan og ég skil bara ekki hvernig fólk getur haft siðferði til að finnast það bara boðlegt að leggja svona fram að það sé verið að lækka laun bæjarfulltrúa á meðan að sumir hækka helming. Hækka launin sínum helming með það sem uppalega var samþykkt og ákveðið. Það er í lagi, en allir hinir skulu lækka í launum. Og þetta er óboðlegt og þetta er óskiljanlegt að fólk skuli hafa samvisku í svona laga. Mér finnst það bara alveg undarlegt. Og ég bara trúi eiginlega ekki enn að við séum að tala um þetta og og að það sé og fólk sjá ekki ljósið í þessu. Það er meira sem búið að skipta meirihluta og menn eru ennþá vaðandi í villu. Þetta er alveg stór undarlegt. Að þetta er bara greinilega einhver forréttinda blinda sem bara er ekki hægt að taka úr sambandi. Ég skil ekki af hverju þið horfist ekki auga við þetta. Það er bara algjörlega óskiljanlegt. Takk fyrir þetta, Arna Ýr, og þá hefur Arnar Freyr, bæjarfulltrúi Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, beðið um orðið. Já, takk fyrir það, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Við erum hér enn að fjalla um eigin kjör og það er alltaf hressandi og menn verða að vera siðferðislega sterkir til þess að standa á sinni skoðun og gera það fyrir framan alþjóð. Það er líka svolítið hressandi. En ég fyrir mitt leyti að þá svona finnst mér þetta að fara að skjóta svolítið skökku við þegar við afnámum þessa vísitölu og gerðum það öll af heilum hug og ég veit að við gerðum það öll af heilum hug og við vildum leggja okkar til þess að sýna fram á þó að væri kannski að mörgu leyti bara talið tákgrænt en það var það enga síður þannig að hér var fjárhæðaræða sem að var búið ákveða að skildi úthlutað fyrir þessa vinnu sem að bæjarfulltrúar sinna. Og fyrir mitt leyti að þá er þetta bara talsvert mikil vinna. Og ég svona hugleiði oft með mér þegar ég er að lesa fundagerðir klukkan 6 á morgnana og undirbúa mig fyrir fundi dagsins klukkan 6 á morgnana fyrir vinnu. Hvað eiginlega maður sé að gera, hvort maður sé að reyna að brenna kertið á báðum endum vegna þess að ég vinn nú alveg meir en fullan vinnudag og oft helgar og er að vakna þetta á þessum tíma til þess að geta sinnt þessu af algjörlega heilum hug, vakna ferskur og fer yfir það sem átt hefur sér stað og undirbý mig fyrir það sem ég þarf að gera. Og þegar það verður svo að rýra launin stöðugt með bara vísitölu hækkun að þá svona fer maður svolítið að spyrja sig að því hvað er maður eiginlega að gera sér. Vissulega þegar var hringt í mig upphaflega þá var nú sagt við mig með þungur róm að nú væri komið að mér að gera skyldi mína og að sjálfsögðu gerði ég það.
ég tók það og þetta samfélagsins skylda þegar það kallaði eftir því að þinna starfskrafta sé óskað, að þá segir þú bara hreinlega ekki nei. Svo erum við sett í þá stöðu að við sem sagt þurfum að fjalla okkar laun og eins og kom hérna fram áðan, þetta er ákveðin misskipting í gangi og það í rauninni meirihluti sem ákveður hverjir fá auka greiðslur fyrir sitt vinnuframlag og hverjir fá ekki auka greiðslur fyrir sitt vinnuframlag. Nú, við erum líka með áheyrnarfulltrúa sem á launum í nefndunum og það svo sem vel og sanngjarnt af bæjarstjórn að samþykkja það og vera að styðja við þær greiðslur af heilum hug vegna þess að það jú í anda lýðræðisins og það lýðræðislegt að þau sem hafa kannski ekki ákvörðunarvald í nefndunum en vilja leggja sig fram að sitja þá fundir sem að grundvalla oft á tíðum ákvarðanir sem eru teknar hér í bæjarstjórn, að það sé fyrir það greitt. En svo erum við að rýra þetta stöðugt. Bara svona til þess að árétta þá auðvitað það þannig að Árborg með til þess að gera nokkuð háar greiðslur á landsvísu og ef við miðum okkur við Hveragerði og Ölfus og svona sveitafélag sem eru kannski líka að sömu stærðargráðu við, þá erum við alveg í hægri kantinum en við erum kannski ekki að yfirskjóta eitt eða neitt, en það þetta ærið verk og við höfum unnið mikið og sitjum hér marga fundi utan við þá sem eru greiddir auðvitað þegar við komum í fjárhagsáætlun og gerðum annað og erum að reyna að sinna þessu á fullu og að heilum hug og horfa svo sífellt til þess að þetta sé í rauninni minna og minna virði. Það bara svona svolítið grundvallar lýðræðisleg spurning sko, hvort að við eigum að stefna að því að gera þetta raunverulega bara að einhverju sem greitt mjög lágt fyrir og þetta sé þá bara gert á skyldur sinni, eins og ég nefndi hér í upphafi, að það kann að vera að við fáum til okkar það fólk sem við viljum inn í bæjarstjórn og þá þetta hægt að segja sem svo að þetta algjört hugsunum fólk eða bara fólk sem kemur inn til þess að sinna erindum annarra sko. Þannig að við erum raunverulega í svo litilli grundvallar spurningu þegar komum að laununum og það bara hvers virði lýðræði sko, hvers virði svo vinna sem lögð hér á hendi og þetta bara svolítið stóra spurningar og ég held að við ættum að velta þessu svolítið alvarlega fyrir okkur. Þannig að ég auðvitað bara svona með við þessi ormina þá ég kannski bara ekkit endilega orðin fylgjandi því að við séum að afnema þessa vísitölutengingu. En við erum vissulega að bera okkar hluta af þeirri fjárhagslegu endurskipulagningu sem á sér stað hér í sveitarfélaginu. En ég segi þetta bara til hugleiðingar og við skulum bara taka þetta alvarlega og hugleiða þetta því að þetta kemur örugglega upp að ári og þá væri nú kannski bara ágætt að við tækjum heiðarlega og hispurslausa umræðu launun okkar hér og hvaða áhrif þetta að hafa á lýðræðið og þá erum við komin á þann tímapunkt að það hillir undir kosningar. Þannig að þá þetta ennþá auðveldara fyrir okkur að taka þessa ákvörðun af því að þá erum við að taka ákvörðun fyrir þau sem eru að fara að koma í okkar stað sem að hætta í bæjarstjórn og þau sem auðvitað halda áfram og þau geta þá allavega notið þessara launa sem að fyrir þessa vinnu greitt og við getum gert það bara á heiðarlegan og góðan hátt með lýðræðis hugleiðingarnar að baki. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr, þá hefur Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista óskað til að fá að taka til máls. Takk fyrir, herra forseti. Já, hér erum við enn og aftur komin að ræða launamál bæjarfulltrúa sveitarfélagsins og annarra nefndarmanna og minna á konur og líka menn.
Og þetta er akkurat það sem ég sagði hérna í upphæðu kjörtímabils og held áfram að koma hérna alltaf því 2 á ári að ræða þetta. Það er alveg ástæða fyrir því að það var farið í það í lok síðasta kjörtímabils að ná sameiginlegri niðurstöðu varðandi kjaramál bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Þetta er ástæðan. Við eigum ekki að vera hérna 1-2 ári að skammta okkur laun. Þetta gengur ekki upp. Áhugavert líka eitt sem að rífast upp fyrir mér. En þá hefur ekki verið skipað eitt einasta hverfisráð í sveitarfélaginu. Og þeir leiðrétti mér ef mér misminnir, en eftir því sem að mér skilst að þá hafi lappirnar verið dregnar í því vegna þess að það var sett inn í sem sagt þessar reglur síðasta kjörtímabil eða í lok síðasta kjörtímabils að það fólk sem myndi veljast í hverfaráðin það fengi greitt fyrir fundarsetu þótt eðlilegt. En það þykir bara svo dýrt núna að það hefur verið tekin svona ákvörðun að því virðist að sleppa því bara að skipa fólk eða auglýsa fólki í hverfaráðin. En á sama tíma að þá höfum við verið með formann bæjarráðs í 42% af þingfararkaupi í staðinn fyrir 21% eins og samþykkt hafði verið. Og maður veltir í fyrir sig því að bæjarfulltrúi Arnarvall var að ræða lýðræði hérna áðan. Þessi hverfaráð voru nú á sínum tíma sett inn einmitt til þess að efla lýðræðið og auka lýðræðið og hvetja fólk til að taka meiri þátt. Það virðist greinilega ekki skipta lengur máli. Ég ætla svo sannarlega að vona að það verði hægt hér í lok þessa kjörtímabils að ná samkomulagi launakjör eða reglur laun kjörinna fulltrúa fyrir næsta kjörtímabil og að næsta bæjarstjórn hafi vit á því að láta það eiga sig. Og ég ætla að endingu að leggja það til að laun formanns bæjarráðs verði lækkuð niður í 21% af þingfararkaupi. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Við erum fleiri sem að hyggjast hjá sig undir þessum lið. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða og Sveinn Ægir Birgisson bæjarfulltrúi D-lista hefur óskað eftir að víkja fundi og inn á fundin kemur Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi D-lista. Sigurjón Vídalín Guðmundsson bæjarfulltrúi S-lista hefur komið hér með tillögu þess efnis að laun formanns bæjarráðs verði lækkað niður í 21% á þingfararkaupi. Ég legg þessa tillögu fyrsta hér fram fyrir fundinn og óska eftir að fá atkvæðagreiðslu og hendur á loft það. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru því ósamþykk, hún er felld sú tillaga með 5 atkvæðum D-lista og 1 atkvæði A-lista, samþykkt með 2 atkvæðum B-lista, 1 atkvæði D-lista og 2 atkvæðum S-lista. Þá ber ég upp málið í heild sinni eins og hér hefur verið að framan farið yfir. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Þeir sem eru því ósamþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum D-lista og 1 atkvæði A-lista og 2 bæjarfulltrúar S-lista og 2 bæjarfulltrúar B-lista sitja hjá. Já, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, já, ég vil auðvitað lýsa vonbrigðum mínum með afstöðu meirhlutans í þessu máli. Þetta er náttúrulega áfram óskiljanlegt mál. Hvernig í veraldarsögunni þessi meirhluti getur
fengið þá niðurstöðu að þetta sé eðlilegt. Og ég man nú eftir því að bæjarfulltrúi Álista, hann satt nú hér í minnihluta, hann var nú ekki hress með þessa gjörninga þegar að þessi meirihluti, núverandi meirihluti fann út að það væri eðlilegt að formaður bæjarráðs væri með 65% af þingfararkaupi, hann byrjaði nú á því. Síðan var tekin ákvörðun í síðustu fjárhagsáætlunarvinnu að frá 1. júní í ár yrðu laun, yrði þóknun formanns bæjarráðs lækkuð úr 65% í 42%. Hér er ekki síðan farið eftir því og við stöndum ennþá í miklum, það er enn mikil skekkja á þá hagræðingar kröfu sem gerð var á skrifstofu hjá sveitarfélaginu fyrir árið 2024. En hvað það að ég ætlaði nú að gera grein fyrir því að ég sitt hjá varðandi þetta, ekki það að ég sé ósammála því að við áfram séu launin okkar tekin úr sambandi við vísitöluna, það ég er ekki ósammála því. Mér finnst það bara ennþá gjörsamlega óskiljanlegt að hér fái þessi hópur meirihluti sig til þess að finnast það eðlilegt að laun formanns bæjarráðs hafi verið tvöfölduð. Og annað það að hér voru tveir bæjarfulltrúar sem voru hér á síðasta kjörtímabili sem sátu með okkur og unnu þessa góðu tillögu af launum bæjarfulltrúi Brynhildur og bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson. Þau samþykktu hér á síðasta kjörtímabili í lok kjörtímabils þessar nýju reglur starfskjör, launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna hjá sveitarfélaginu Árborg. Og ekki veit ég hvernig þau hafa fundið út á þessu skamma tíma að þetta væri orðið svona gríðarlegt álag að vera formaður bæjarráðs. Þetta er áhugavert að heyri þeim hljóðið. En ég bara ætlaði að gera grein fyrir því að okkur ég sæti hjá við þetta afgreiðslu. Það er bara út af því hversu ósátt ég er við þennan gjörning með formann bæjarráðs. Takk. Takk fyrir Arna Ýr. Þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu og ég vil mælast til þess að þegar maður gera grein fyrir atkvæði sínu að það sé stutt og hnit með efni málsins. Forseti, já, ég styði þetta mál og við höfum náttúrulega frá upp því upphæðið að við ákvaðum í rauninni að afnema vísitölutenginguna, að það sé gert og það gildir auðvitað alla. Varðandi það sem hefur komið fram til hliðar og ég skal vera örstuttur í máli, þá er það alveg skýrt þegar það var tekin ákvörðun núna á miðju ári eða í byrjun júní í rauninni, þá eru rauninni laun formanns bæjarráðs lækkuð í rauninni, en það var ekkert ákveðið í fjárhagsáætlun fast að það ætti að lækka það niður í nú. Þetta var ein af mörgum hagræðingartillögum sem voru sannarlega ræddar, eins og að loka stofnunum mörgu öðru var rætt í því og þetta var ein af þeim tillögum. En það hafi eitthvað verið fast og ákveðið? Nei, það var ekki. En þetta var sannarlega rætt og það er ekkert leyndamál. En það er verið að reyna að halda því fram að eitthvað hafi verið ákveðið í fjárhagsáætlun sem er bara ekki rétt. En það er sannarlega búið að lækka það niður í 42% á þessu kjörtímabili, núna á þessu ári. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi. Þá hefur Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskað eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, þetta er rétt að verða spennandi, mest að við séum að gera grein fyrir atkvæðin okkar. En mér langaði örstutt að koma inn á þetta að eins og við vitum öll að þá ég kaus með þessu núna, en ég var samt og er sammála minnihlutahópnum, okkur hér í minnihluta, að ég er algjörlega á móti því að hér hafi verið ákveðið að fara í 40 og fara 6%, því að það var sannarlega rætt, já, og það var 21 áður, vegna þess, og það er kannski eina af ástæðum þess að hér setur nýr meirihluti, að það voru mörg ágreiningsmál og þetta er þar á meðal að mér finnst að við um að ganga undan með góðu fordæmi, við sem erum kosin hér til að gæta hagsmuna íbúa og stöndum frammi fyrir þeirri gríðarlega erfiðu ákvörðun að setja álag á íbúa. Við erum að hækka hér fasteignagjöld á sama tíma og það er gríðarlega þungt í árinni hjá fólki þarna úti. Þá finnst mér gríðarlega mikilvægt, við erum að segja gríðarlega allt og oft, að við sýnum gott fordæmi og göngum undan með þeim hætti að við séum
að sinna skyldum okkar bara á þessum eðlulegu nótum. Mér finnst mjög sérstakt, og ég verð að segja það, fólk sem gegnir 100% starfi geti verið síðan í þessu starfi og hinu starfinu og í 200% starfi og hef ég nú alltaf unnið mikið, þannig að mér finnst þetta bara galið á alla vegu. Það hefur ekkert með persónuleikandur að gera, þetta er bara það sem mér finnst algjörlega út úr kortinu að við séum þarna að taka meira en okkur ber. Takk. Takk fyrir fjólastendur. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, óskar eftir að fá að gera grein fyrir atkvæði sínum. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég tek undir með Örnu Ýr að þetta í rauninni horfið bara svo skakt við með þessa auka greiðslu að hækka formann bæjarráðs úr 21 í 42. Það er fyrirsláttur að tala um það að þetta sé lækkun. Þetta var einfaldlega mjög óheppilegt að þetta skildi vera fært svona upp og svo lækka niður í 42%. Ég sé þetta bara einfaldlega sem hækkun. Það verður eiginlega bara að segja eins og svo að frá byrjun síðasta kjörtímabils, núverandi kjörtímabils, að þá hækkaði í rauninni formaður bæjarráðs óhóflega og það að fara að tala um að þetta sé einhvers konar lækkun, það er bara fyrirsláttur. Þannig að því miður að þá get ég ekki fallist á það, en ég geri hér með þá grein fyrir atkvæðinu í dag. Takk fyrir Arnar Freyr. Þá förum við í mál númer 9 á fundinum. Það er reglur um afslátt af fasteignaskatti og tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum. Það er tillaga frá 110. fundi bæjarráðs frá 5. desember síðastliðinn liður 5. Reglur um afslátt af fasteignaskatti og tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum. Bæjarráð samþykkir þessa reglur fyrir sitt leit og vísar þeim til fullnaðar afgreiðslu í bæjarstjórn. Þetta er lagt fram hér með minnisblaði bæjarritara dagsins 28. nóvember síðastliðinn og ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta mál. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, og skveitur að taka þetta máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Mér langar að koma með eftirfarandi tillögu að afgreiðslu vegna þess að svona í framhaldið þetta var afgreitt í bæjarstjórn og hafa, eða sko segja bara eftir afgreiðslu reglana í bæjarráði komur í ljós tilefni til að það sé tilefni til endurskoðunar á þaki á afslætti og tekjuviðmiðum og því vil ég leggja til að málinu verði vísað aftur til afgreiðslu í bæjarráði. Það sem við höfum verið að miða við og vorum að skoða, það voru breytingar á milli sem ég vil að við tökum aftur til umræði í bæjarráði, þannig að við séum að leggja fram svona í samræmi við það sem við vildum horfa til þegar upphaflega að fara á stað, þannig að þess vegna legg ég til að þessu verði vísað aftur til afgreiðslu í bæjarráði. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. máli á dagskrá fundarins, breytingar og samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026. Forseti óskar eftir því að Brynhildur Jónsdóttir varaforseti taki við stjórn fundarins og gleymd að geta þess áðan að Sveinn Ægir Birgisson kom aftur inn á fundin eftir afgreiðslu málsins. Ruglaði mig aðeins þegar menn fóru að gera grein fyrir atkvæði sínu og ég gleymdi því. En Sveinn Ægir er sem sagt komin inn aftur fyrir Þóresti Dröfn. En nú ætla forseti óska eftir að fá víkja fundi og óska eftir því að Þórhildur Dröfn Ingvadóttir varabæjarfulltrúi komi inn á fundin. Já, takk fyrir þetta. Þá erum við komin í 10. lið, það er breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköpun sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026. Þetta er síðan síðari umræða. Og lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar. Og undir þessu eru minnisblöð þar sem það kemur fram hverja breytingar eru. Og ég vil ekki lesa eitthvað sérstaklega, en
en Bragi Bjarnason hefur allra fylgjað þessu aðeins úr hlaði. Forseti, þarna bæjarfulltrúar tilnefndir. Já, við erum hérna með síðar umræðu þessar breytingar. Þarna erum að ræða í rauninni afgreiðslu á fullnaðarheimildum sem höfum bæði tekið fyrir í bæjarráði og svo til fyrir umræðu hérna í bæjarstjórn. Það er svo sem ekki að fara nánar yfir það, allt í fundargögnunum og þarna erum við með það sem viðauka hvað ræðir nákvæmlega í hverri fullnaðarafgreiðslu sem og er breyting á samþykktunum að það er verið að færa verkefni menningarnefndar undir bæjarráð og því er tekin út úr samþykktum og þær breytingar sem eru aðrar inn í samþykktum tengjast í rauninni þá þeim menningarnefndinni og í rauninni þeim fullnaðarafgreiðslu sem er verið að færa í viðauka. Þannig að svona til í stuttu máli, en leggjum til að þetta verði samþykkt. Orðið er laust. Þá berum við þetta undir atkvæði. Þeir sem eru samþykktir þessari breytingu, eins og það skeiðið merki. Það er samþykkt samhljóða. Er þá að byrja í Kjartan? Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi, kemur aftur inn á fundinn og tekur við fundarstjórn. Takk fyrir Brynhildur. Reisa mig af hér. Þá er komið að 11. máli á fundinum. Það er kosning í embætti og nefndir 2022 til 26. Það er breyting á varafulltrúa D-lista í velferðarnefnd, breyting á varamanni D-lista á aðalfundi samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, heilbrigðiseftirlits Suðurlands og Bergrisans byggðasamlags og breyting á varamanni D-lista í fulltrúaráð héraðsnefndar Árnesinga. Og hér er meðfylgjandi tillaga að bókun sem hljóðar svo: Anna Linda Sigurðardóttir, nefndarmaður D-lista, óskar eftir því við bæjarstjórn að hún veiti henni lausn sem varabæjarfulltrúi úr bæjarstjórn frá og með 18. desember 2024. Lagt er til við bæjarstjórn að gerðar verði eftirfarandi breytingar á fulltrúum D-lista í eftirfarandi nefndum og ráðum í stað Önnu Lindar Sigurðardóttur D-lista. Í velferðarnefnd verði Olga Bjarnadóttir varamaður, á aðalfund heilbrigðiseftirlits Suðurlands, á aðalfund samtaka sunnlenskra sveitarfélaga og aðalfund Bergrisans verði Viðar Arason varamaður og í fulltrúaráð héraðsnefndar Árnesinga verði Gísli Rúnar Gíslason varamaður. Er einhverju sem vilja tjá sig? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, er óskað eftir að fá að tjá sig hér. Forseti, bæjarfulltrúar tilnefndir. Já, ég vildi bara örstutt þakka Önnu Lindu Sigurðardóttur kærlega fyrir hennar framlag á kjörtímabilinu en hún sagði sig úr flokknum og sóttist eftir alþingisæti núna í haust og bara óskar henni velfarnaðar á þeim vettvangi þó hún ekki komist inn en á nýjum vettvangi skulum við segja. Bara þannig að þakka Önnu Lindu kærlega fyrir samstarfið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Ég tekið undir þessi orð, forseti hér, gott samstarf við Önnu Lindu. Fleiri sem vilja tjá sig, ef svo er ekki, þá förum við í nei og þá þarf að bera það upp til atkvæða. Það er rétt, þeir sem eru því samþykkjar að gera þessa breytingar sem hér hafa verið kynnt af vinsælskeiðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 12. mál á dagskrá fundari sem er fundartími bæjarstjórnar Árborgar kjörtímabili 22 til 26. Forseti leggur til að næsti fundur bæjarstjórnar verði 15. janúar á nýju ári 2025. Það hittir þannig á að fyrsti fundur ætti að vera hér á nýjársdag held ég. Þannig að það er eðlilegt að fresta honum. Og við tökum því síðari fundin í janúar, miðvikudaginn 15. janúar.
Er einhverju sem vilja tjá sig þetta? Ef svo er ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru þessari tillögu samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá ætlum við að fara hér í nokkra fundargerðir. Það er 13. mál á dagskrá menningarnefnd. 8. fundur haldinn 27. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 14. lið á dagskránni, eigna- og veitunefnd, 37. fundur haldinn 27. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 15. lið á dagskrá fundarins, það er skipulagsnefnd, 37. fundur haldinn 27. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 16. lið fundarins, fræðslu- og frístundanefnd, 16. fundur haldinn 27. nóvember síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég kem undir síðasta fundi fræðslu- og frístundanefndar sem var haldinn 28. nóvember og var 27. nóvember og þarna voru við að samþykkja eða semst staðfesta starfsáætlanir flestra skóla. Það hefur verið inn 13 starfsáætlanir og svo kannski var þarna eitt sem að kannski bendi ykkur á, það er minnisblað þróun og leikskólaplássum, liður 22. Þetta er svona kannski bara svona fróðlegt að lesa ef fólk hefur áhuga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 18. lið á dagskránni, bæjarráð, 110. fundur haldinn 5. desember síðastliðinn. Velferð, hörðu, já. Ég biðst afsökunar. Það var 17. liðurinn sem er hér næstur. Velferðarnefnd, 13. fundur haldinn 28. nóvember síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, mér langar bara að gera örlitla athugasemd við fundargerðina. Þarna vantar einn nefndamann, þá tel ég rétt að þetta vera að bóka ef nefndamaður hefur búið að forföll ekki mætt. Síðan vantar þarna fulltrúa frá S-lista. Ég tel að það hefði átt að vera rétt að bóka það í fundargerð að nefndamaður búið ekki komið sína eða hann komist ekki á fundin. Takk. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þá er Bragi Bjarnason, hann hefur dregið þetta tilbaka. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Forseti, já, alveg hárrétt hjá Sveini. Ég hringdi inn og boðaði forföll á fundin og ég var reyndar búin að hafa samband við varamann minn og óska eftir að hún mætti en hún var veik. Þannig að það varð úr að hvoru okkar gat setið fundin. Þannig að því miður var það þannig þennan dag. Bara svo því sé skilað og til haga haldið. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessari fundargerð? Ef svo er ekki, þá förum við í 18. mál á dagskrá fundarins sem er bæjarráð, 110. fundur haldinn 5. desember síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, svona rétt til upplýsingar þá vildi ég koma undir liðnum við tókum fyrir þarna 9 mánaða afsluta uppgjör sveitarfélagsins inn í miðri fjárhagsáætlun, þannig að það var svo sem kannski ekki gert sérstaklega grein fyrir því á heimasíðu þar sem við vorum að vinna einmitt af fjárhagsáætlun akkur á þessum tímapunkti, en það er mjög jákvætt að afsluta uppgjöri
svona sýnir rauninni það sem við vorum síðan með sem útkomusspá inn í fjárhagsáætluninni, að rekstrarárið núna 2024 að koma bara mun betur út en við gerum ráð fyrir, og því að þakka bæði innan aukningu í tekjum, hagræðingar að skila sér inn og í rauninni góð sala á meðalans byggingarétti. En eins og við tekum undir þau orð sem hafa komið hérna fram fyrir í dag, að við þurfum auðvitað að gæta aðals, og við vorum með nokkra viðauka hérna sem var verið til þess að koma móts við þann óvænta kostnað sem kemur á árinu, þannig að því miður þá held ég að þessi góða staða sem kemur í nýjumánuðgjörn og verði aðeins lakari í lokást þegar við förum í ásreikningin, svo við séum bara hreinskilin og segjum það hreint út, en það vildi svona vekja athygli á því að við höfum tekið þetta fyrir. Að öðru leyti ætla ég ekki að og engin önnur mál hérna undir bæjarráði sem ég ætla að tjá mig með. Kannski, rétt til upplýsingar fyrirgefið, ég var með mál hérna 6, að við lögðum fram til kynningar niðurstöðu útboðs á byggingarétti í Mósteknum, sem hérna voru 3 lóðir og mjög ánægilegt að sjá að niðurstöðan þar var yfir væntingum, eins og var búið svo sem koma fram hérna þau útboð sem við erum búin að fara í. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, og að taka til máls. Forseti. Já, ég kem hérna undir hérna liðnum, nú er ég búin tínunum, liðnum þar sem að var verið að tala um útboðið á byggingaréttinum. 6. Móstek. Já, það var nummer 6, takk. Og það er auðvitað eins og bæjarstjóri kom inn á að ákveðlega ánægilegt hvað við fengum tilboð sem voru hátt yfir því lágmarksverði sem var búið að setja, og það var hérna allt upp í 200% yfir því sem að reikna var með. Og það er svona ákveða að koma inn upp bara af því sem við vorum að ræðum áðan, að það sýnir sig í þessu máli og fleiri málum hvað það skipt okkur gríðarlega miklu máli þegar kemur á fjárhag sveitarfélagsins, þegar að við erum að fá þessi háu verð fyrir lóðirnar, og það sýnir okkur kannski þvert á það sem við vorum að ræða hérna áðan, að menn sé að hverfa frá verkefnum af því að verðin séu byggingarétturinn séu hár. Þarna, með við þá umræðu, þá stemmir það ekki við það sem við vorum að fá, þessi tilboð sem við vorum að fá þarna í þetta. Þannig að það er í rauninni þvert á það sem við vorum að tala um áðan. Og þannig að mér finnst bara mikilvægt að við heldum því, að halda því til haga í umræðinni. En ákaflega ánægilegt að þessi verð skuli fást fyrir byggingaréttin þarna, og bara áhugavert að benda á það út frá umræðinu sem var hér á. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Þá eru ekki fleiri búin að kveða sér hljós og við förum þá í 19. lið á dagskrá fundarins, sem er bæjarráð 111. fundur haldinn 12. desember síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd. Ég vil nota þetta tækifæri og senda kveðjur bæjarstjórna til starfsmanna sveitarfélagsins, jólakveðjur og íbúa með óskum farsæld hátíðinu og því nýja ári sem að brátt knýr dyra hér hjá okkur, og þakka fyrir góða fundasetu, og næst verðum við hér í loftinu 15. janúar, miðvikudaginn 15. janúar árið 2025. Og ég vil líka minna bæjarfulltrúa á að undirrita rafrænt áður en að horfið er að fundi, og ég segi fundi slitið.